Og meira en 4 milljónir barna á Filippseyjum eiga nú sárt að binda eftir þennan stærsta fellibyl sem gengið hefur á land í heiminum. Börn hafa sæst orðið viðskipta við foreldra sína og þurfa tafarlausa hjálp. UNICEF á Íslandi hefur í dag neyðarsöfnun fyrir börnin á Filippseyjum og biðlar til almennings að leggja söfnuninni lið. María Lilja Þrastadóttir. Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, segir það algjört forgangsatriði að tryggja aðgengi barna að hreinu vatni, næringu, hreinlætisaðstöðu, koma í veg fyrir smitsjúkdóma og koma börnum í skjól. Yfir 4 milljónir barna voru fyrir beinum áhrifum vegna fellibylsins. Þannig að það eru fjölmörg börn sem við þurfa núna á hjálp okkar allra að halda. Mörg börn hafa látist, mörg börn hafa mist fjölskyldu sína, mist heimili sín og eru berskjöldu og þurfa á hjálp að halda. Þannig að þess vegna liggur á að koma aðstoð til þeirra. Strax á laugardag voru hjálpargögn send af stað. 60 tonn af hjálpargögnum á borð við lyf, hreinlætisgögn og búnaður til að tryggja hreint drykkjarvatn eru á leiðinni. Til þess að geta brugðist við eins vel og hægt þá erum við með ákall til íslensku þjóðarinnar og við erum að hvetja fólk til þess að leggja málinu lið. Við á Íslandi þekkjum hvað erfitt að takast á við óblíð náttúruöfl og þegar að stormur eða fellibylur eins og þessi kemur þá skiptir miklu máli að við stöndum saman og hjálpum hvert öðru og núna eru börnin í Filippseyjum sem þurfa okkar hjálp að halda. Þannig að við erum að hvetja fólk til þess að senda SMS-ið barn í númerið 1900 og leggja þannig 1900 krónur inn á söfnunina og vonandi getum við þá gert ennþá meira til þess að bæta þessari neyð.